Já, við slá aðeins að þráðandi Vestmannaeyja áðan og heyrði í Einari Sverrissyni leikmanni í BVF og við erum ekkert hægt að spá í handbolta en það voru hörkuleikir í gær og eins og ég sagði ykkur stutt eftir ég byrjaði þá var það Selfossliðið sem var að keppa við Fjölni í gær og fór í tvíframlengdan leik og staðan eftir þennan leik, ég reyndar horfði á hann semst í gegnum Fjölnir TV í tölvunum minni. Ég þurfti hreinlega bara að skella mér í bara íbúðaþrif á eftir atvinnulínu. Var eiginlega bara nokkurn veginn í botni. Hann á línunni hjá mér Stefán Árnason, þjálfari Selfossliðsins. Góðan og blessaðan daginn. Já, sælumblessu. Er hjartslátturinn hjá þér komin í lag? Já, hann svona, það sem betur þegar maður búin að ná sér eða niður en ég held að púlsinn hafi verið komin ansi hátt á tímabili. Þetta er nú svona eitt svona mest spennandi handboltaleikur sem maður hefur svona upplifað lengi og tvíframlengdur og hann svona bætti bara á en alveg ríkalega gott að ná að taka þetta og vinna þetta. Já, ég mitt sendi skilaboð til strákana hjá Fjölni því að þeir lýstu leiknum alveg mjög fagmannlega og hrósuðu öllum af vellinum bara alveg í hástert fyrir sína framstöðu. Hann ekki allstað sem það gert, þannig að það var virkilega gaman að fylgjast með útsendingunum í gær. Hún var eiginlega bara gerð alveg fyrir alla. Þetta var bara virkilega vel gert. Já, frábært að lýsa bjóð upp á þetta og það getur verið gaman að sjá leiki svona heima sér í tölvunni, sérstaklega í þessari úrslitakeppni. Þegar flestir leikir eru spennandi og það er svona liðin jöfn og getur verið mjög gaman að horfa á þetta. Já, nákvæmlega. Það var náttúrulega fullu völlur og svo er næri 400 manns að horfa líka í gegnum netið. Já. Þannig að það var nú alveg slatti. Já, það var mjög flott mæting hjá þeim að Fjölnismenn alltaf gáttu klára inn við og lögðu mikið undir bæði inn á vellinum og í stúkunni en okkar menn svona neituðu að gefast upp og voru ekki tilbúinir að fara í sumarfrí þó að síðasti leikur hafi tapast á heimavelli. Þá voru við svolítið svektir eftir þann leik og okkur fannst ég að spila vel heimavelli og var það ekki á þriðjudag. Jú. Okkur fannst ég að átt að vera jafnvel meira yfir svona framan af og svona hálf skildum ekki hvernig í óskopunum við náðum ekki að vinna leikir, sérstaklega með hennar frábæra stuðning áhrifanda. Þannig að við vorum alveg staður áðurnir í því að búa til annan heimaleik og geta svona búið okkar fólki upp á alvöru leik og hann kominn og það er bara núna sólarhringur í hann á morgun kl. 4 þannig að við erum bara mjög spenntir og ánægðir fyrir þeim leik. Já, maður var svona aðeins farin að spá í dómgæsluna á þriðjudaginn í leiknum. Fannst hún vera svona aðeins með öðru liðinu en látum það kannski lengi á milli hluta. Það er allavega, hungrið er allavega til staðar. Já, það er svo sannlega ótrúlega tungur í okkar drengjum. Það voru kannski ekki margir sem að höfðu trú á okkur svona eftir leik nr. 2 að tapa heimavelli og eiga þriðarleikin úti þar sem að Fjölni gat klárað þetta og Fjölni er búin að vinna okkur, ég veit ekki hvað oft í vetur. Já. En við svona ákváðum að breyta þessum nálgunina og svona prófa hvort þetta væri ekki hægt og lögum sérstaklega áherslu á að klára síðustu svona 20 mínútur hvernig við ætluðum að enda leikinn og síðan fengum við 10 mínútur ofan á það í framlengingu og aðra 10 mínútur ofan á það. Þannig að við fengum heldur betur góða æfingu í því hvernig við ætlum að spila á móti en svona þegar mest á reynir og ég held bara svona strákarnir að fundið að við getum önni Fjölni og nú held ég bara að það séu allir tilbúinir bara í næsta leik og ég held bara að strákarnir get ekki beðið þetta því bara fá bara annað tækifæri á móti. Var beitt ykkur annari taktík í gær heldur en í hinum leikjunum tveimur? Nei, í þannig sé ekki en þetta er svolítið athyglisvert að við erum búin að spila við og held ég 6 í vetur og ég held ég 4 skiptana hafi við verið 23 mörkum yfir þegar kortur eftir. Já. En ekki unnið, þannig að við höfum oft verið betri fyrstu svona 45 mínútur. Þannig að í þessu leik vorum við með þá hugsun að við ætluðum að halda þeirri stöðu en síðan svona síðasta kortir í síðustu 20 mínútur ætluðum við að gera betur og það var fyrst og síðast
pæling, var fyrst og síðast markmið í þessu leik að þær mínútur yrðu betri hjá okkur, bæði hvað var að vörðina og eins bara með sóknina að gefa okkur jafnvel meiri tíma en við höfum verið að gera, ekki hægt að sækja en alls ekki flýta okkur og jafnvel bara lengja sóknina ef þess þyrfti. Já. Þannig að svona við náðum einhvern veginn, við höfum betri stjórn svona þegar mest á reyndin hefur oft verið og það bara enda saman hvernig ákveðni leikmenn bara hreinlega uppsvið í framlengingunni að sem dæmi Elvar Jónsson og Teitur Örn 17 og 18 ára strákar í framlengingunni þeir voru betri í fyrstu og síðan mun betri bara í annarri framlengingu og þeir hikuðu ekki við að taka á skarið. Þannig að þessi strákar að vaksa og dafna og er að fagna þessari áskorun. Þannig að þetta bara reynsla sem menn að nýta sér. Já, það var mikil harka í leiknum í gær og var aðeins verið að fækka varmannabekknum 2 fengur rautt hjá Selfossi. Já, það var, okkur fannst það kannski reynda bæði spjöldur svolítið dýr. Við spilum reynda nokkuð fast en við vorum held ég alls ekki grófur. Við höfum verið að reyndum að þétta vörnina í leik 2 og 3 og það hefur bara gengið mjög vel og náttúrulega markværslan fyrir vikið frábæri í báða leikir sérlega í gær. Ég held að Birkir sem eitthvað 30 skotum varinn sem er náttúrulega alveg magnað en svona það er svona gífurlega þéttleiki og samvinna í vörnina sem er alveg ótrúlega mikilvægt í svona leikjum allir sé að vinna þetta saman en svo stundum fara menn aðeins í styrki og brotni svona, ég held kannski ekki alveg átt skilja að fá rauðarspjöldi en svona er þetta mikið að matsatriðum alltaf. Já, það er það alltaf, ofta einhver vafaðar sem kom upp. En er eitthvað meiðsli hjá liðinu? Atli Kristins meiddist þetta eitthvað eins í leiknum í gær og hvert á með nýja? Nei, Atli hann er bara, hann er í ágætt standi, hann bara, þú veist að lenti nokkuð sinum aðeins illa en það er ekki til að tala við erum ótrúlega ferskir þessar myndir okkur finnst við bara í fínu standi og í rauninni allir leikmenn sem við höfum eru ómeiddir þeir kannski utan markmennu sem reynda að láta ekki á að sjá þannig að ég held að strákarnir séu bara í besta formi núna sem mögulegt er á loka metrónu þannig að við erum bara tilbúin í þetta áfram, sko. Já, leikur klukkan 4 á morgun, við tökum vel á móti Fjölnismönnum að sjálfsögðu. Einhver skilaboð til Selfyssinga? Já, ég er náttúrulega bara að vona innilega að fólk bara mæti á morgun á Fjölmenning, leikurinn byrjar 4, ég held að sé að væri sniðugt að mæta snemma. Það verður vonandi fullt hús og við þurfum að fylla vallaskóla og því að stuðningur áhugum að hann mun skipta sköpum á morgun, þannig að ef fólk myndi mæta tímalega upp og ná sér sæti þá verður, ég hugsa að verði grillaðar hambúrgar og eitthvað fyrir leiki sem hefur verið, þannig að þetta verður svona, ég held að það verði mikið stuð og síðan bara verður við tilbúinir á vellinum þegar áhörður eru búin að fylla kofan og búin að búa til stemmingu. Já, og mætum í Vínröðu að sjálfsögðu? Já, endilega mæti í Vínröðu, það er svona gaman að sjá hvað margir að gera það hefur mikið að segja, það hefur gaman að líta upp í stúku og sjá Vínröðalitin og náttúrulega stemmingin í gær okkar fólki var algjörlega mögnuð í grafun, það verður að segja þess að það voru kannski ekki jafn margir og þeir gulu en okkur svona eftir og fannst við ekki að heyrt neitt með okkar fólki sem að misti aldrei móðin, þannig að þetta hefur alveg ótrúlega mikið að segja fyrir strákana að hafa fólki sitt og hvað þá núna ef við náum að fylla okkar heimavöld þá erum við að fara að standa okkur vel á morgun, það er alveg pottið. Við mætum í Vínröðu og treystum á ykkur og hungrið sér til staðar. Já, þetta verður bara gaman, það er alveg klart. Stefán, gaman að heyra í þér og gangi ykkur vel að spila á morgun. Allt er fína. Takk fyrir það. Já, bless.